Ja, góðan daginn, gott fólk. Gleðilegt ár. Takk fyrir gamalt eins og menn segja hér á þessum borðum. Nú velkomin á kynningafundinn hjá okkur vegna uppgjörs Haga á þriðja ársfjórðungi, rekstrarársins 2025 og 2026, þar sem við ætlum að fjalla rekstur síðastliðinn hausts, sem eru þá mánuðirnir september til nóvember í fyrra. Ég heiti Finnur Oddsson og er forstjóri Haga og með mér er Guðrún Eva Gunnarsdóttir, hún er framkvæmdastjóri fjármálasviðs og við ætlum að fara yfir reksturinn hjá okkur, svona helstu fréttir af starfsemi og á vanda munum við svara spurningum í lok fundar og fyrir þá sem eru í streymi þá er hægt að koma spurningum og framfæra á fjárfestakynning@hagar.is. Nú eins og undanfarna fjórðunga þá gengur rekstur og starfsemi heilt yfir vel. Afkoma er góð, hún er umfram væntingar og er að styrkjast á milli ára. Við erum að selja fleiri stykki, tekjur eru að vaxa og sjóðstreymi er mjög sterkt. Þannig að því til viðbótar erum við svo að uppskera afrakstur og þróunarvinnu síðustu missera í nýjum lausnum sem munu styrkja reksturinn og svona tekjugrunn almennt og skapa nýja tekjustóðir, eitthvað sem við þegar boðað og förum betur yfir hérna á eftir. En við skulum vinda okkur á stað. Dagskráin er svona nokkuð hefðbundin og við byrjum á þessum örfáu lykiltölum sem endurspegla vel þessa lýsingu á fjórðungnum sem að ég nefndi hér á undan. Við sjáum hérna augljóslega allnokkra hreyfingu á milli ára, en ég minni á að SMS í Færeyjum var hluti af samstæðinu í desember í fyrra, þannig að hann er ekki inn í samanburðinum við fyrra ár. Nú við seldum vörur fyrir 49,1 milljarð, það er 12,4% aukning, eitthvað í kringum 4% án SMS. EBITDA nam 4.566 milljónum og hagnaðurinn 1692. Það er hvoru tveggja styrking á milli ára ríflega 20%, 20-25%. Og ef við tökum tillit til SMS þá er þetta rétt ríflega 10% styrking. Framlegð hlutfall hækkar og var 25,1% og launa og kostnaðar hlutfall sömuleiðis voru 16,4%. Að stærstum hluta erum við að sjá þarna áhrif sem tengjast breyttum framlegðar og kostnaðarstruktúr í Færeyjum, en einnig eru íslensku einingarnar að gera heldur betur en á fyrra ári. Nú einföld hlutfalli er svo á bara réttum stað í samræmi við markmið stjórnar. Þegar við horfum til svona yfir haustið, einhver atriði sem standa upp úr, þá er þetta að staldra við nokkur. Það sem mestu máli skiptir auðvitað er að reksturinn gengur bara vel og að við erum að bæta okkur á milli ára og það á í grunninn við í öllum starfsþáttum. Ég veit að ef þið skoðið starfsþátta yfirlitið þá virðist svo ekki vera, en ef við tökum tillit til einskiptisliða hjá Ólís á fyrra ári þá er það raunin. Og það er ánægilegt að viðskiptavinum hefur verið að fjölga og í raun meira eftir því sem leið á haustið. Það er svona ágætis upptaktur í því og þróun sem hélt áfram svo inn í desember. Það sama á við í Færeyjum. Við höfum svo hérna sett í lofti nýtt vildarkerfi Haga sem við köllum TAK. Gerum það í fyrradag og samhliða þeirri vinnu þá höfum við undirbúið svona eða lagt grunna nýrri rekstrareiningu hjá Högum sem við köllum Hagar miðlar og ætlum að gera stuttlega grein fyrir henni eða hvoru tveggja hérna á eftir. Ef við kíkjum á stærsta starfsþáttinn hjá okkur sem eru verslanir og vöruhús á Íslandi, þá voru tekjur þar 33,9 milljarðar, það er 7% tekjuaukning. Þetta er svipaður taktur og verið hefur eða svona heldur sterkari. Nú EBITDA nam 3 milljörðum, upp 20%. En EBITDA hlutfall og afkoma starfsþáttarins er einnig að styrkjast. Við erum að sjá álíka fjölgun í heimsóknum og seldum stykkjum og verið hefur. Og aftur ég nefni það að það er svona eins og þessi upptaktur á því fyrir seinni hluta tímabilsins og aukningin er töluverð í bónus, hún er heldur hóflegri í Hagkaup. Nú aðföng og bananar deila eins og alltaf kjörum með verslunum hjá okkur, það er eðlilegt. Og aðrar einingar eru svo að skila ágætum rekstri og þannig að það er heilt yfir góður bragur á starfseminni, það er stöðuleiki og það er kannski alltaf gott. Það er fátt einhverja stóra fréttir, en ef það gengur vel þá er ágætt að það sé stöðugt. Nú, þannig svona í takti við það, þá gengur bónus vel, svipað á síðustu fjórðunga nema tekjur eru heldur að aukast hraðar, núna 9% og voru 23,9 milljarðar og afkoman sömuleiðis heldur að styrkjast á milli ára. Helsta skýringin á þessu er bara hversdagsleg. Viðskiptavinum heldur áfram að fjölga og þeir setja fleiri stykki í körfurnar. Það er svona gömul og góð uppskrift af bættum rekstri og staðfestir að við erum að ná árangri í því loforði sem að bónus stendur fyrir gagnvart viðskiptavinum að halda matvöru körfunni eins hagkvæmri og hægt er.
Þetta byggir auðvitað á ansi mikilli vinnu, þrotlausri vinnu leyfi mér segja hjá öflugu teymi sem starfar hjá Bónus og þetta teymi gerir einfaldlega allt sem það getur til að þurfa ekki að hækka verð og það kannski í tveimur þáttum, annars vegar að halda niðri rekstrarkostnað og hins vegar að berjast fyrir lágum innkaupsverðum inn í búðina. Verðbólga í mat vissulega of há, verðbólga of há á Íslandi. En það kannski í því samhengi þeim mun ánægjulegra að geta sagt að af þessu vörumengi Bónus sem telur kannski 6-7.000 vörunúmer í stærstu völlunum þá erum við að ná að halda helmingnum af því að minnstakosti á sama verði og var í fyrra eða lægra. Og mér finnst það bara gott, nota bene að mjög stór hluti af vörukörfunni, nánast helmingur, íslensk landbúnaðarvara og það erfitt að halda henni á sömu verðum á milli ára. Nú, því til viðbótar þá aukast vinsældir ódýrast vikunar í Bónus, það sem við erum að bjóða upp á vörur á frábærum kjörum, oft í samstarfi við okkar ágætu Birgja og það aftur í takti við loforðum að hjálpa viðskiptavinum að halda niðri matarkörfunni og spara svo munar en eins og ég nefndi hérna síðast þá nemur ávinningu viðskiptavina af ódýrast vikunar einhverjum 20 milljóna í hverju mánuði miðað við það sem annars væri. Við höfum aðeins breytt áherslum hjá okkur í markaðsmálum til þess að tengja betur við þessi sérkenni Bónus að versla sem ódýrast í matinn og má segja að kynningarefnið og raunveruleikinn rými vel saman núna en hérna eins og við segir í auglýsingunni munurinn nefnilega Bónus og það hægt að nýta þennan mun í að gera ýmislegt annað í heimilisbókhaldinu. Við höldum áfram að gera búðirnar okkar betri, skipuleggjum þær upp á nýtt, pössum enn betur upp á ferskvöruna sem að skila fínum árangri og bætum við gripi og greitt og svo framvegis og finnum að viðskiptavinir að verðlauna okkar með því að koma oftar til okkar eða aftur til okkar. Þannig að áherslan í Bónus fyrst og fremst á að standa við þetta loforð hagkvæm innkaup og það gengur ágætlega. Nú, hagkaup átti líka sterkan fjórðung. Þriðji árshluti í hagkaup að verða mjög mikilvægur og mikilvægur í rekstri félagsins vegna þess að þar fer fram ansi mikil verslun, sérstaklega í nóvember með alla sína svörtu fössara og singulsdaga og svo auðvitað margt fleira. Netverslun fer sérstaklega á flug í nóvember og vex núna, eins og bara síðustu ári, nú vaxa hraðar heldur en aðrir hlutar starfseminnar og en áherslurnar hjá okkur í netverslun hafa eins og kunnugt verið fyrst og fremst á sérvöruhliðinni þó að nú séu ákveðnar breytingar í gangi þar. Hagkaup velti á fjórðungnum 6,7 milljörðum, það 8% aukning á milli ára og afkoman heldur að styrkjast og ástæðarnir bara svipaðar hjá Bónus, fleiri viðskiptavinir sem kaupa meira. Nú í haust var mikil vinna lögð í undirbúning og samstarf Hagkaups og Volt en með því erum við að veita Reykvíkingum og Akureyringum aðgang að þessu fjölbreytta vöruframboði sem í Hagkaup í gegnum netverslun, sent heim á mjög stuttum tíma, innan við klukkustund. Þessar fyrstu sendingar hjá okkur fóru út í desember og viðtökur lofa góðu en við erum auðvitað framarlega í þessu ferli og lítum á þessa netverslun með Volt sem bara frábæra viðbót við annars mjög fjölbreytt þjónustuframboð Hagkaups. Þá í olíuna, Olís, tekjur þar námu 12 milljörðum. Við sjáum þar mjög líka þróun og undanfarna fjórðunga þar sem þær eru heldur lækkandi en eins og fólk þekkir þá hefur olíuverð, heimsmarkaðsverð olíuverð að koma niður og það skila sér í lækkunum en einnig nokkur samdráttur í sölu og lítrum hjá okkur sem ég nefni hérna á eftir. Rekstur gekk vel, EBITDA nam 1116 milljónum sem lítilsháttar samdráttur á pappírum en eins og ég nefndi áðan upp með við einskiptisliði. Eins og ég segi það var samdráttur lítrum 10%, það tengist fyrst og fremst stórum flokkum eins og stórum flokkum til stórnotenda, einhver þotueldsneyti og svo var hliðrun á viðskiptum á milli tímabila innan rekstrarársins hjá okkur. Í smásölu heldur sala sér ágætlega á milli ára. Nú það sem skiptir miklu máli fyrir rekstrarafkomu Olís að það góður vöxtur í þurrvörusölu og veitingasölu á þjónustustöðvum, auk nýrra þjónustuþátta eins og Glans. Við höfum frá upphafi samstarfs okkar við Volt, þá hafa farið í gegnum Olís meir en 40.000 pantanir og það munar alveg slíkar tekjur.
sérstaklega þegar saman fer góður árangur í að halda niður í rekstrarkostnaði eða halda honum í hófi og eins og ég nefndi hérna þá þessi blanda, ég nefndi á síðasta fundi, þá þessi blanda af svona hóflegum hreyfingum í rekstrarkostnaði og auknum tekjum að skila verulegum rekstrarbata og hann telur í einhverjum 20 milljóna í hverju mánuði beint í bottom line. Og heilt yfir þá rekstur Olís á ágætum stað, auðvitað sjáum við fram á það að á næstu árum verður hægfara samdráttur í seldum olíulítrum en okkur við gengið ágætlega að undirbúa okkur fyrir það með því að breyta tekjusamsetningu á þjónustustöðvum þannig að sá hluti sem ótengdur olíu hlutfallslega að stækka og þannig erum við að styrkja í rauninni grunnreksturinn hjá félaginu og við munum halda þessari vinnu áfram. Nú, ef við vindum okkur til Færeyja, þá náum við það tekjur 3,8 milljörðum, EBITDA á 478 milljónir, það 12,5% á veltu og þið sjáu að það svona aðeins öflugra eða stærra EBITDA hlutfall en við þekkjum hér. Afkoma góð en okkur skortir svona áreiðanlegan samanburð fyrra ár, munið það að við tókum við SMS í desember en við sjáum að það ágætisaukning í tekjum og það svona almennu meðbyr með rekstrinum endurspeglast í því að viðskiptavinir dagvöruverslana eru fleiri og við getum sagt að sama veitingastaðina sem eru nokkuð stór hluti af rekstrinum okkar í Færeyjum. Svona rétt til að rifja upp, þá erum við í Færeyjum að reka undir merkjum SMS 14 matvöruverslanir. Það eru undir merkjum Bónus og Miklagars og Milnan en regnhlífin SMS. Við erum að reka nokkra sérvöruverslanir, veitingastaði, framleiðslustarfsemi, við erum með kjötvinnslu og bakarí. Við rekum verslunarmiðstöðina stóru í Þórshöfn og nokkrar aðrar smærri og vorum að bæta þar við með 3000 fermetra verslunarkjarna í Rúnavík sem úthverfi af Þórshöfn og þannig að umsvifin þar eru svona heldur að aukast og fasteignasafnið að stækka. Við bætum það við nýjum verslunum, veitingastað og nýjum leigutekjum. Þannig að SMS sem að við teljum nokkuð örugglega sé með töluverða fórust á færeyska markaðnum bara að sækja ákveðið fram. Við sjáum það betur með hverju mánuði hvað félagið er góð viðbót við samstæða haga og eins og ég nefndi á síðasta fundi þá reksturinn að ganga heldur betur en við hefðum þorað að vona. Og þetta var í grófum dráttum staða svona helstu rekstrar þátta hjá okkur en mér langar að bæta við og taka umfjöllun nokkur önnur mál sem að ég hef kannski að einhver leyti svona glansað yfir hér á undan. Jólaverslunin gekk heilt yfir mjög vel í bæði Bónus og Hagkaup þannig að þessi síðasti fjórðungur ársins að fara ágætlega á stað. Með samstarfinu við Volt þá erum við að bæta við netverslun Haga og prófa okkur áfram, þreifa okkur áfram í netverslun með matvöru til að setja það aðeins í samhengi. Þá velta Haga í netverslun í kringum 4 milljarðar í dag og við höfum lagt áherslu á að það sé í rauninni þessar 4 milljarðar séu arðbærar tekjur en það eins og mörgum kunnugt alþjóðlegt vandamál að matvöruverslun tekst almennt ekki að skila slíkum rekstri í plús. Það á við ansi víða. Við höfum valið aðra leið sem hefur gengið ágætlega þannig að bak við þessar 4 milljarðar tekjur þá standa Eldum rétt sem er kannski svona ríflega helmingurinn, sérvöruverslanir Haga sem eru þá fyrst og fremst með snyrtivöru, leikvöng og fleira, Olís í samstarfi við Volt og svo netverslanir Banan og Stórkaup sem starfa á fyrirtækjamarkaði. Volt með Hagkaup eða Hagkaup með Volt, hvernig sem við orðum það, hefur verið mjög vel tekið þannig að verkefnið þar byrjar ágætlega. Ég nefndi markaðsmálin í Bónus áðan, þeim tengt þá fekk Bónus nýverið ánægjulega vegtillu sem var að vera tilnefnt eitt af bestu íslensku vörumerkjunum 2025. Við verðum úrskurðað það núna í febrúar en það ánægjulegt að við erum þarna ein matvöruverslana. Ég hef svo áður nefnt það kannski einu sinni eða tvisvar að við erum ánægð með svona hlutfallslega sterkan vöxt í Stórkaup, sérstaklega á matvöruhlutunum sem eðli máls samkvæmt ætti að vera okkar styrkleiki. Ef við höldum aðeins áfram, meira kannski í svona innviðamálin, ég er búinn að fjalla verslunarkjarnan í Rúnavík en með þessari viðbót í Rúnavík þá fasteignasafn Haga komið í ca. 65.000 fermetra og við höfum alveg huga á að það stækki áfram. Tengt fasteignum þá höfum við byrjað að innrétta Álfabakka 2 sem nú frægt hús en við ætlum að gera ráð fyrir Eldum rétt og ferskar kjötvörur flytji þangað með haustinu. Þetta skiptir máli vegna þess að við gerum ráð fyrir að ná fram aukinni skilvirkni í allri framleiðslu hjá okkur
auk þess sem að þarna verður til heilmikið tækifæri í að útvíkka vöruframboð beggja fyrirtækja töluvert. Að lokum þá höfum við fjárfest mikið í aðstöðu aðfanga, aðstöðu innviðum aðfanga í Skútuvogi til að gera félagið vel í stakk búið til þess að taka við aukinni veltu næstu svona 5 til 10 árin í núverandi aðstöðu. Vöruhúsið hefur verið stækkað einhver svona rétt 20%, 3.000 fermetra á síðustu svona 1,5 ári og stendur núna í 17.000 fermetrum. En auk þess þá erum við búin að innleiða nýtt vöruhúsakerfi sem býður upp á mjög mikla möguleika til aukinna skilvirkni í til dæmis tínsluhraða eða almennri vinnslu í vöruhúsinu. Þannig að við erum tilbúin fyrir meira. Við kynntum á síðasta fundi áform okkar að hleypa af stokkunum í nýju vildakerfi fyrir viðskiptavini og það í einhverju skilningi afrakstur uppbyggingar síðustu ára svona þekkingarlegum og tæknilegum innviðum Haga og svo skýrum áherslum á að byggja nýja tekjustrauma hjá okkur, annarkvort með þá ytri vexti og við erum búin að nefna SMS sem dæmi það og hins vegar á okkar eigin forsendum með innri þróun. Nú vildakerfið sem allir hættu að hafa tekið eftir ber nafni TAKK og við erum búin að þróa það í samstarfi við nokkur af félögum samstæðunar, Bónus, Hagkaup og Eldur Rétt fyrst og fremst og við hleyptum í formlega af stokkunum klukkan 9 í fyrradag. Við höfum lagt mikla áherslu á að búa til einfalt og skilvirkt kerfi og því ætlað í grófum dráttum þríþætt hlutverk að bæta kjör viðskiptavina, bæta almenna þjónustu við þá þannig að heildarupplifunin verði sem best. Þessu munum við ná fram með því að bjóða upp á betri kjör í verslunum. Það sem að viðskiptavinir safna TAKK krónum af völdum vörum í Bónus, Hagkaup og Eldur Rétt og þar jafngildir hver króna, hver TAKK króna einni íslenskri krónu og þessar krónur er svo hægt að nota í næstu verslunarferðum til þess að greiða fyrir vörukaup í Bónus og Hagkaup. Að auki erum við að bjóða upp á afsláttakjör hjá völdum samstagsaðilum eins og Glans Grill 66 og Lemon og auk þess sem við bjóðum upp á aðgengi að áhugaverðum viðburðum á vegum Haga og dótturfélaga sem geta verið námskeið, afsláttadagar eða hvað það er eiginlega allt mögulegt þar. Nú að lokum þá gefur TAKK viðskiptavinum betri yfirsýn yfir viðskipti, kaupsögu og fleiri aðra þjónustur eru þar á næsta leiti. Við erum auðvitað bara rétt að byrja í þessari vegferð en markmið að TAKK verði ákveðin grunnur fyrir þróun Haga í framhaldinu og það ljóst að við erum þarna öðlast betri innsýn yfir okkar viðskiptavinahóp, fá upplýsingar sem hjálpa okkur að skilja betur kauphegðun í verslunum sem aftur gerir okkur kleift að laga vöruframboð og þjónustuframboð almennt að þörfum og væntingum viðskiptavina og það má eiginlega segja að þarna sé komin vettvangur til að eiga í einhvers konar beinu samtali við þennan mikilvæga hóp okkar og það getur eingöngu hjálpa okkur að gera betur fyrir hópinn. Það blasir líka við að vildakerfi sem nær til stórs hóps landsmanna hefur mögulegt notagildi fyrir fleiri aðila heldur en Haga. Þannig við horfum til fjölda samstarfstækifæra við þriðja aðila sem geta með okkar aðstoð komið eftirsóknarverðum upplýsingum, vörum eða þjónustu á framfæri við TAKK vildavinni. Þannig að þarna fer saman ávinningur okkar viðskiptavina sem eru auðvitað alltaf í forgangi við hagsmuni Haga og ávinning samstarfsaðila okkar. Vildakerfið eins og ég nefndi, við hleyptum því af stokkunum á miðvikudaginn klukkan 9. Það fór eiginlega viðtökur hafa verið framar vonum á fyrstu 2 dögunum. Þá gerðust yfir 16.000 manns vildarvinni TAKK, það er eitthvað í kringum 4% landsmanna og líklega bara frá því að við hófum þennan fund þá hafa einhverjir 100 bæst við. Appið er komið í fyrsta sæti og gerði það raunar strax í App Store og Play Store og vekur bara mikla athygli að mikil traffík á heimasíðunni hjá okkur, TAKK heimasíðunni og samhliða kynningarherferð sem við ýttum úr vör núna á miðvikudag, þá gerum við ráð fyrir því að vildarvinum TAKK fjölgi rösklega og við gerum grein fyrir þessu betur á næsta fundi. En við hvetjum ykkur á sjálfsögðu ef þið eru ekki þegar búin að sækja appið og fara í gegnum innskráningarferlið að gera það. Það er raunverulega engin ástæða fyrir nokkurn að gera það ekki. Gerast vildarvinir og byrja bara að safna krónum og skoða tilboð og viðburði. Þannig að QR-kóðinn hérna vísar réttu leiðina. Það er heilmikið í gangi hjá okkur. Næsta mál sem ég ætla að nefna og við erum gríðarlega spennt fyrir tengist á vissan hátt TAKK en er þó algjörlega sjálfstætt verkefni ný rekstrareining á vegum Haga sem ber nafnið Hagar miðlar.
Við höfum á síðustu árum lagt sérstaka áherslu á að leita allra leiða til þess að skerpa á rekstrinum í öllum okkar einingum og við höfum hluta til gert það með að finna leiðir til þess að nota illa nýttar eða latar eignir til að skapa fjárflæði í starfseminni hjá okkur og svona nærtækasta dæmi þetta bara að á einhverjum örfáum árum þá það voru ansi mikið af leigufermetrum eða fermetrum sem voru ekki leigufermetrar undir okkar eignarhaldi og núna erum við búin að leigja þá alla út og það munar minna og getum sagt það sama þróunareignir sem hafa fundið skilvirkari nýtingu, verið seldar eða komið í vinnu. Þannig að þetta orðið nokkuð konar DNA hjá okkur og hefur gefist okkur ágætlega. En þessa dagana þarfum við að stíga það sem okkur finnst vera eitt mest svona spennandi skrefið í þessari vegferð með að stofna hagamiðla. Þetta miðlæg tekjueining hjá okkur sem vinnur þvert á öll félögssamstæðunar og markmiðið einfalt, það að nýta innviði haga sem eru nánar tiltekið verslanirnar okkar, aðalega fýsísku verslanirnar en líka stafrænar, þannig að því sem er haldið til haga, til að miðla upplýsingum, til að miðla auglýsingum frá þriðja aðila til okkar viðskiptavina. Þetta eitthvað sem við höfum auðvitað daðrað við áður en ekki unnið skipulega til að skapa neitt alvöru rekstur í kringum þá vinnu. Þannig að þetta hefur verið nokkuð konar aukageta en á þessu verður breyting núna, við höfum undirbúið okkur vel og við höfum nálgast þessa vinnu á kerfisbundinn hátt og gerum ráð fyrir að skapa þannig nýjar arðbærar tekjur fyrir haga. Til að útskýra þetta aðeins betur, ef við lítum í kringum okkur, þá augljóst þetta svið sem ef einhver vil skoða það, rannsaka það, þá vísa til þess sem retail media á engisaxnesku, var ekki að reyna svona erfið orð. Retail media hefur verið í mjög miklum vexti í nágrannalöndunum hjá okkur og ástæðan sú að smásölufyrirtæki geta boðið upp á miðlun upplýsingar sem skila sér margfalt betur en í gegnum hefðbundna auglýsingarmiðla. Og við sjáum þetta hjá stórum félögum, beggja vegna Atlasála. Við getum nefnt hérna risa eins og Walmart, við getum líka nefnt risa á Norðurlöndunum eins og Matas eða Tesco í Bretlandi sem öll hafa byggt upp heildstæða þjónustu á sviði miðlunar. Það sem tekjur í sjálfu sér frekar lítill hluti af heildarveltunni eðlum og samkvæmt því velta í smásölu oft ansi mikil, kannski við erum að tala að media tekjurnar hjá þeim eru eitthvað í kringum 1% af heild, en sem hlutfall af afkomu miklu mun stærra, kannski 5-7% og ástæðan einföld. Í gegnum smásölufyrirtæki, í gegnum verslanir og aðra tengingar við viðskiptavini, þá hægt að koma auglýsingum fyrir framan væntanlegan kaupanda þegar hann á kaupstaðnum eða svo í sletti at the point of purchase. Þannig að við komum réttum skilaboðum á réttum stað og réttum tíma og það þýðir einfaldlega það að þetta svona eftirsótta kauphlutfall eða conversion ratio, það einfaldlega mun hærra heldur en vegna auglýsinga sem fólk les yfir kaffibóllanum heima eða þeirra keyrir fram hjá auglýsingaskilti á sprengisandi á leiðinni í vinnunni í morguntrafikkinni. Og ég ætla að leyfa mér að segja að það eru líklega ekki mörg félög hérlendi sem búa að sterkari innviðum þegar kemur að auglýsingaflötum á sölustað heldur en hagar. Og til þess að gefa svona grófa mynd af því, þá erum við í dag með 2500 skjá í verslunum og þjónustöðum allt land. Við erum með skjái og fleti við flesta innganga í verslunum og þeim fer fjölgandi. Við erum hátt í 300.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum. Við erum með vefverslanir sem telja í 20.000 viðskiptavina. Við erum með eigin útvarpsspilun í verslunum og í þessar verslanir ganga í gegnum kannski rúmlega 2 milljónir manns á hverju mánuði. Og síðan fjöldin allir á öppum og svo framvegis og svo vil ég bara nefna hérna aftur TAC sem komið í 16.000 vildavinnu og mun stækka töluvert hratt. Þannig að við höfum lagt í töluverðan undirbúning núna fyrir þetta verkefni og hann hefur kannski falist fyrst og fremst í skjávæðingu í öllum okkar verslunum. Við höfum bætt við meira en 70 skjáum í Bónus og Hagkaup og þar voru töluvert skjáum fyrir. Þetta verk í vinnslu mun halda áfram. Við erum að prófa okkur áfram með okkar eigin vörum sem við höfum kynnt í gegnum hagamiðla, í gegnum þessa fleti og árangurinn hefur verið bara mjög góður. Kynningarnar hafa haft verulega áhrif á sölu. Á næstu vikum munum við vinna þessa prófanir áfram, við munum læra aðeins meira, gera það með okkar eigin vörur en við munum líka bjóða samstarfsaðilum að prófa þessa þjónustu með okkur á fyrstu metrunum og í framhaldinu hefjum við svo formlega rekstur hagamiðla, við kynnum vöruframbóðið og ræsum sölustarf en það verður gert á sérstökum viðburði á næstunni fyrir auglýsendur og aðra fagaðila. Þannig fyrir samstæðu haga þá eru hagarmiðlar
mjög áhugavert og töluvert stórt tækifæri og til að setja hlutina í samhengi þá vil ég nefna það á hverju ári þá heimsækja fyrirtækin okkar í kringum 40 milljón viðskiptavinir í gegnum verslanir og þjónustustöðvar og þannig að það má nýta þessa innviði til þess að miðla upplýsingum til þessa stóra hóps sem þá þeim til gagns og þá sláum við 2 flugur í einu höggi við þjónum viðskiptavinum okkar betur með réttum upplýsingum og réttum stað á réttum tíma og sköpum leið nýjar tekjur eða tekjustofn fyrir Haga sem við erum einfaldlega að nýta þarna latar eignir sem hafa ekki verið notað með skilvirkum hætti áður. Nú erum við búin að taka allt of langan tíma í þetta og ætla að hreyfa Guðrún að með fjármálinu og svo lokum við þessu hérna á eftir. Nú eins og fram hefur komið þá var niðurstaða þriðja ársfjórðungs umfram áætlanir en tímabilið sem umræðir september, október og nóvember. Nú vörusalan nam 49,1 milljarði og jókst 5,4 milljarði milli ára eða 12,4%. Nú ef við tökum frá rekstraráhrifin af SMS sem ekki eru hluta samanburðar ári að þá jókst vörusala 3,8%. Framlegð á fjórðungnum nam 12,3 milljörðum og jókst 24,8% en án stærðþáttar SMS jókst framlegð í krónutalið 11%. Nú framlegð hlutfalli var 25,1% og hækkaði 2,5% stig á milli ára. Áhrifin af SMS eru 0,9% stig en hlutfalli styrktist einnig í dagvöruhlutanum hérna á Íslandi og hjá starfsþætti Olís. Heildarrekstrarkostnaður hækkar 22,1% milli ára. Ef við tökum frá SMS hækkunin 7,6% sem að mestu tilkomin vegna hækkunar kjarasamninga og áhrifa verðbólgu. En hérna má einnig nefna að áhrifin af húsaleigu vegna Álfabakka eru byrjuð að telja í bókunum frá miðjum fjórðungi. EBITDA fjórðungs 4,6 milljarðar og hækkaði 25% milli ára en hækkunin var 11,9% án SMS. Afskriftir 1,6 milljarðar, hækkun 25,6% á tímabilinu og matsbreyting fjárfestingarfasteigna var jákvæð 76 milljónir. Fjármagnsgjöld hækkun 320 milljónir vegna aukinnar skuldsetningar í samanburði við fyrra ár. Auk neikvæðs gengismunar að fjárhæð 137 milljónum sem vegna láns í dönskum krónum sem tekið var við kaupin á SMS. Hagnaður tímabilsins 1,7 milljarðar, önnur heildarafkoma 572 milljónir. Þar sem endurmat fasteigna fært beint og eigið fé var 298 milljónir og þýðingamunur var jákvæður 274 milljónir. Heildarafkoma samtals var því 2,3 milljarðar á fjórðungnum. Nú ef við þá skoðum þá rekstur fyrir 9 mánaða tímabilið, mars til nóvember, þá vörusala 149 milljarðar sléttir. Sala eykst 14,7 milljarðar milli ára sem telur 10,9%. En ef við tökum frá áhrifina SMS þá hækkunin eða söluaukningin 2,6%. Söluaukning starfsþáttar verslan og vöruhús á Íslandi var 7,1% en samdráttur var í sölu á starfsþætti Olís 7,7%. Þann samdrátt má að hluta rekja til breytinga á heimsmarkaðsverði olíu en einnig hefur orðið samdráttur í seldum lítrum hjá stórnotendum meðal annars vegna færri einskiptis viðskipta við erlenda stórnotendur. Framlegð á tímabilinu 36,8 milljarðar og jókst 24,4% milli ára eða 10,6% án SMS. Framlegð hlutfalli 24,7% og hækkar 2,7% stig. Áhrifin af SMS eru 0,9% stig eins og á fjórðungnum en hækkun má að öðru leyti að mestu rekja til Olís. Heildarrekstrarkostnaður hækkar 22,7% milli ára en 7,4% ef við tökum SMS frá. EBITDA 9 mánaðanna nam tæpum 14,1 milljarði og hækkar 3,2 milljarða eða 29,6%. 14,9% án SMS. Þið megið svo telja hvað ég segi SMS oft hérna í þessari kynningu. EBITDA starfsþáttar verslan og vöruhús á Íslandi jókst 11,7% og EBITDA starfsþáttar Olís jókst 23,1%. EBITDA hjá SMS var 1,6 milljarður. Matsbreytingar fjárfestingarfasteigna eru neikvæðar 221 milljón á tímabilinu en hlut af henni neikvæð matsbreyting vegna fasteigna í rekstrarleigu hjá SMS sem nam 290 milljónum. Hagnaður 5,4 milljarðar og önnur heildarafkoma 492 milljónir og heildarafkoma samtals því 5,9 milljarðar. Nú örstutt lykilmælikvarða rekstrar þá fyrir þetta 9 mánaða tímabil. Veltuna erum við búin að fara yfir, hún hækkar töluvert milli ára, skýrist náttúrulega aðalega af SMS
Framlega hlutfalli hefur einnig hækkað af ástæðum sem við höfum farið vel yfir. Launa hlutfalli 10,8% á þessu 9 mánaða tímabili í samanburði við 9,7% í fyrra. Hlutfall annars rekstrarkostnaðar 5,1% og hækkar úr 4,7%. En við sjáum að kostnaðarhlutföllin í Færeyjum eru almennt hærri en hér heima sem skýrir þessa hækkun að hluta. EBITDA hlutfalli 9,5% og hækkar úr 8,1% í fyrra og hagnaðarhlutfalli 3,6% og stígur úr 3% frá því í fyrra. Við fyrir þá yfir sjóðstreymið sem tímabilið mars til nóvember, það var mjög sterkt en handbært fé frá rekstri nam 12,4 milljörðum og hækkar 4,2 milljarða frá samanburðarári. Fjárfestingar hreyfingar voru 3,7 milljarðar til samanburðar við 7,2 milljarða í fyrra og lækka fjárfestingar hreyfingar því 3,4 milljarða en í fyrra komu fram áhrifin af fjárfestingunni í SMS að fjárhæð 5,2 milljarðar. Fjárfestingar í rekstrarfjármunum á tímabilinu voru vegna ýmissa verkefna. Fyrir helst að nefna umbætur í nokkrum verslunum Bónus og Hagkaups. Ólís opnaði 2 óbístöðvar og hefur auk þess opnað nokkra glans bílaþvottastöðvar. Mikið hefur verið fjárfest í hugbúnaði og stafrænum lausnum, líkt og vildarkerfi Takk, vöruhúsakerfum og fleira. Og svo var fjárfest í nýjum verslunarkjarna í Rúnavík í Færeyjum. Fjármögnunarhreyfingar voru 4,9 milljarðar, samanborið við 1,4 milljarð í fyrra. Við höfum keypt eigin bréf fyrir rúma 600 milljónir á tímabilinu en í samanburði við fyrra ár voru engin bréf keypt. Handbært fé hækkaði 3,8 milljarða á tímabilinu og stóð í 6,1 milljarði í lok nóvember til samanburðar við 1,5 milljarði í lok nóvember í fyrra. Heildareignir lok nóvember voru 118,8 milljarðar, fastafjármunir voru 89,2 og hækkuðu 7,4 milljarða á tímabilinu. Þar af hækkuðu leigueignir 5,6 milljarða en núna í uppgjörunni kom inn í bækurnar leigusamningur vegna Álfabakka 2 sem mun hýsa meðal annars starfsemi eldur rétt og ferskra kjötvara. En auk þess hafa mikilvægir leigusamningar verið framlengdir á tímabilinu sem hafa þá meðal annars þessi áhrif. Veltufjármunir voru 29,5 milljarður, hækkuðu 6,4 milljarða frá síðustu árslokum en þar af hefur handbært fé hækkað 3,8 milljarða. Eigið fé í lok nóvember 41,4 milljarðar og átti félagið eigin hluti að nafnverði 13,8 milljónir í lok tímabils. Heildarskuldir voru 77,4 milljarðar, hækkun 10,9 milljarða frá lokum ársuppgjörs. Hækkunin aðalega vegna leiguskulda, sem ástæðu ég nefndi varðandi leigueignirnar, en auk þess eru viðskiptaskuldir töluvert hærri sem tengjast fyrst og fremst árstíðabundnum þáttum vegna jólavertíðar. Vaxtabörandi skammtímaskuldir voru 9,2 milljarðar í lok nóvember, þar af víxilskuldir 1,2 milljarður og fjármögnun í dönskum krónum vegna kaupan á SMS nam 4 milljarðum, en lánið sem við tókum fyrir rúma ári síðan hefur verið framlengt tímabundið. Hér höfum við svo lykilmælikvarða efnahags, arðsemi eigin fjár var 28,6% og hækkar úr 19,1% á samanburðarári. Við höfum séð þessa þróun í síðustu uppgjörum. Eðlum á samkvæmt og út frá eðli kennitölunar mun arðsemi eigin fjár lækka aftur á næsta fjórðungi þegar tímabundin áhrif af einskiptistekjum fjórða ársfjórðungs í fyrra dett út úr formúlunni. Eigin fjár hlutfallið lok nóvember 34,8% en var 35,4% í lok nóvember ári áður. Nettóvaxtabærandi skuldir að meðtöldu leiguskuldum 43 milljarðar eða 2,4 sinnum 12 mánaða EBITDA. Skuldir aukast milli ára meðal annars vegna hærri leiguskulda en auk þess sem skuldir SMS samstæðunar í Færeyjum eru inni núna í ár en voru ekki í fyrra. Veltufjár hlutfall 0,81 til samanburði 1,01 í fyrra og velturhagi rekstri eða tíminn sem það tekur að breyta byrðum og viðskiptakröfum af frádregnum viðskiptaskuldum í handbært fé var 10,8 dagar í samanburði 13,5 dag í fyrra. Lækkunin skýrist fyrst og fremst af hærri viðskiptaskuldum hjá Ólís núna í nóvember í samanburði við nóvember í fyrra. Velturhagi eigna var 1,9 en 2,2 á sama tíma í fyrra. Og þakka ég fyrir mig í bili og Finnur tekur aftur við. Takk hérlega fyrir þetta, Guðrún. Stöldrum hérna við þessi svona housekeeping atriði. 10 stærstu hluthafar í Högum eru þeir sömu og voru í október, það engin breyting þar á. Gengi bréfa í Högum það að segja að það hækkaði eitthvað 10% á fjórðungnum og endaði í 113 á hlut og hefur hækkað nokkuð síðan þá.
Þessi þróun gengis hlutabréfa í högum sem betur fyrir ágætu samræmi við helstu mælikvarða í okkar rekstri sem við erum búin að fara yfir hérna á undan, að þeir eru að styrkjast og þá líka við uppsafnaðan hagnað á hlut síðustu 12 mánuði sem við sýnum gjarnan á þessum vettvangi. Hann stendur í dag í 6,84 krónum, eða fyrir fjórðunginn þar að segja. Þetta án einskiptis áhrif vegna SMS, en ef við horfum á það þannig þá verður hann hækkað 44% síðustu 12 mánuðum. Nú eins og þið heyrið þá ég og kollega mínir hjá Högum ánægð með rekstur félagsins og við erum bjartsýn á gengi á næstu misserum. Þetta auðvitað sami tónn og við höfum slegið síðasta árið eða svo og kannski með þeirri breytinga við erum ekkert minna bjartsýn núna. Það auðvitað þannig að það eru ákveðnir og oft óþægilegir óvissuþættir í íslensku efnahagsumhverfi og alþjóðasviðinu líka. Við getum nefnt það auðvitað að verðbólga á há hérna heima og líklegt að verði meiri þrýstingur á næstunni en við byggumst við fyrir nokkrum vikum síðan. Það hægt að tala of háa vexti, hægt að tala skattahækkanir á einstaklinga og fyrirtæki og svo allt þetta vandræðaganginn á alþjóðasviðinu, Grænland og allt það. En þetta allt í einhverju skilningi innan marka og við höfum séð það töluvert svartara. Þannig að stóra myndin hjá okkur að það gengur vel á öllum sviðum í starfsemi Haga og við eigum von á því að það haldi áfram. Við erum þessari vinnu við að skapa nýjar og arðbæra tekjuströmmar fyrir Haga, henni miðar ágætlega og eins og við erum að hluta til búin að fara yfir hér. Fjárhagurinn eins og Guðrún fór yfir sterkur og sjóðstreymið öflugt og fjármögnun tryggð, þannig að öllu þessu gefnu þá erum við að gera ráð fyrir því að rekstur verði áfram með svipuðu móti sem þýðir að við væntum þess að afkoma á yfirstandandi rekstrarári verði heldur betri en við gerðum ráð fyrir í síðustu afkomuspá, þannig að við erum að hækka afkomuspá stjórnenda 600 milljónir og gerum ráð fyrir hún endi á bilinu 17,6 til 18,1 milljarður. En hérna viljum við staldra við, ég og Guðrún, og vonum að þessi yfirferð sé að gefa ykkur betri innsýn í starfsemi okkar almennt og við treystum því að þið séu jafn spennt fyrir því sem framundan og við. Þannig að við þakkum fyrir það og ef það einhverjar spurningar sem hafa vaknað þá erum við ánægð að taka við þeim. Kannski taki hljóðnum hann þannig að það heyrist í streyminu. Góðan daginn, Helgi Frímanns Landsbankanum. Langar aðeins að spurja bara að velta fyrir mér með Haga miðla. Það bara mjög svona spennandi uppbygging og eitthvað sem við séum svo sem hjá öðrum fyrirtækjum. Ég bara velta fyrir mér allir að birta þetta sem sér starfsþátt og hvað má eiga vona að svona einnig geti verið að skila bara í tekjur. Svona kannski horfum bara árið. Þú færð heldur rýr svör við þessari spurningu vegna þess að við höfum ekki ákveðið hvernig við birtum þetta. Það fer svolítið eftir svarinu við seinni spurningunni sem að við gefum ekki alveg upp. En við teljum að bara á sama hátt og við sjáum í kringum okkur þá teljum við að í stóra samhenginu við veltu Haga þá þetta ekki stór velta eða stórt hlutfall af veltu en svona uppbygging á þessum tekjum einfaldlega þannig að þetta gæti verið töluvert stærra hlutfall af afkomunni. Það skilur sér hraða niður. En ég hvet bara þá sem að hafa áhuga að skoða í rauninni þróun í þessum geira í löndunum í kringum okkur. Það þarf ekki að leita sérstaklega langt og við erum með frábært svona, getum kallað módel hérna á Norrlundu sem heitir Matas, sem fyrirtæki sem hefur gjörbreyst á einhverjum 10-15 árum. Við erum alltaf aðeins á eftir, en tækifæri þarna eru umtalsverð. Kannski, ég með mækinn fá að henda einnig viðbót umræðan álagningu svona á bensín eftir að fyrirkomulega breytist núna áramótin. Getið þið svona eitthvað umræðan alltaf bara álagning hafi hækkað hjá olíufélögunum? Getið þið aðeins kommenta bara hvernig þið hafi verið að tækla þessar breytingar og svona, hvað? Já, ég skal aðeins útskýra það. Við höfum kannski ekki alveg góða stjórn á umræðinu og hún litast alltaf bara þeim litum sem hún og maður hefur ákveðin skilning á því. Það var svona einörð afstaða hjá okkur í þessum breytingum og eðlileg og að Olís og OB skila
að minnstakosti öllum þeim gjöldum sem eru tekin af eldsneytisverðinu beint til viðskiptavina og það var nákvæmlega það sem gerðist á miðnætti aðfaranótt 1. janúar. Í framhaldinu þá hafa bara eins og gengur verið svona hræringar á markaði og verð lækkað án þess að ég geti sagt það með 100% vissu þá bara gerir ég ráð fyrir að öll félögin hafa gert það nákvæmlega sama og við. En í framhaldinu þá hefur verð lækkað þannig að ef við erum að bera saman verð fyrir áramót, bara 31. desember, við verð eftir áramót, þá í rauninni lækkun á eldsneytisverði af dælum öll gjalda lækkunin og töluvert umfram það. Ég held að það sé auðvelt að skoða það fyrir þá sem, eða sjá það fyrir þá sem fylgjast vel með þróun eldsneytisverðs. Ok, takk fyrir mig. Þórður? Já, góðan daginn og til hamingju með gott uppgjör. Ég með 2 spurningar sem kannski aðeins tengjast. Sú fyrri hvort þú getur kannski aðeins sagt okkur eitthvað meira þróun á verðþróun og innfluttri vöru. Það eru svona misvísandi vísbendingar að utan, annars vegar heyrum við af lækkun hrávöruverðs en hins vegar heyrum við af töluverði verðbólgu í matvælum, til dæmis í Danmörku þar sem ég gerir ráð fyrir að töluvert okkar vöru komið frá og þar sem hækkun matvælaverðs virðist alltaf verða kosningamáli. Síðan hins vegar þessu tengt hvort að við merkið að vegna þessara hækkana sem hafa verið á matvælaverði eða mörgum flokkum matvælaverðs og svona kannski verri horfa í hagkerfinu, hvort að við merkið það í vörusölu hjá okkur, hvort að neytendur séu að skipta yfir í ódýrari vöruþætti, til þess að Euroshop eða eitthvað annað slíkt. Kannski takk fyrir þetta Þórður, ég tek seinni spurninguna fyrst. Erum við að sjá breytingar á neysluhegðun, í rauninni samsetningu vörukörfu, samhliða verðbreytingum, þá stuttasvarið við þeirri spurningu já. En það kannski þróun sem hefur verið í gangi í töluvert langan tíma, ekkert sérstaklega núna vegna þess að með COVID á sínum tíma og svo áhrifin stríðsins, þá sáum við náttúrulega þessa miklu verðbólgu í matvöru eða verðhækkanir í matvöru og það á þeim tíma var þessi hliðrun. Hvað var það þróun á matvöruverði upp á síðkastið hjá okkur eða þar að segja bara almennt. Það sem við sjáum að verðbólga drifin áfram af nokkrum en töluvert stórum þáttum og þar eru kjöt og landbúnaðarvara yfir höfuð hastalega upp á síðustu 12 mánuðum. Við erum langt umfram verðbólgu og eins og við vitum þá kannski stærstur hluti af landbúnaðarvöru sem neytt á Íslandi, hann íslenskur, þannig að þetta svona innlendur þrýstingur. Erlendis af innfluttum matvörunni, þá eru þarna fáeinir flokkar sem hafa hækkað mikið og þá kannski tala um 12 mánaða verðbólgu. Þetta eru svona súkkulaði, kaffi, kakó, sælgæti og annað slíkt. En heilt yfir þá það þannig að við erum að sjá frekar litlar hækkanir á innfluttri vöru, þar að segja svona yfir þetta síðasta árið ef við erum að horfa á einhverju 12 mánaða verðbólgu. Það að dempast þar sem að það eru hækkanir, þá tengjast þær gjarnan einhverjum áföllum, uppskerubrestum eða slíku, þannig að það einhver tiltekin ávaxtategund eða eitthvað svoleiðis, þá bara bregst uppskeran í einhverju fjarlægu landi og kakó eða dæmi þetta og svo framvegis. En verðbólguþrýstingurinn núna myndi ég segja stafi aðalega innanlands frá, sem kannski í takt við kostnaðarhækkanir, launahækkanir og svo framvegis. Ef þetta svarar spurningunni.
Helgi við hjá EFS hérna. Ein lauflétt, fyrst að við hækkað afkomusspána svona tvisvar á þessu rekstrarári. Hvað svona hefur breyst frá því byrjuðu og svo svona þessari þróun? Já, hvernig hugsaðu þetta fyrst og hvað var? Já, það eru nokkri þættir sem að ég geta með svo hvernig nefnt og Guðrún getur kannski bætt við. Reksturinn í Færeyjum gengur betur heldur en við gerum ráð fyrir og við erum að sjá heldur meiri svona upptakt í bara magni í gegnum verslanir hjá okkur. Og þessi seinni forsenda algjör grundvallarforsenda. Þannig að það augljóslega hjálpar rekstrinum. Við erum í rauninni bara að setja meira í gegnum einhverjum skilningi færibandi hjá okkur á sama kostnað. Já, hvað heldur það sé? Ég get bara gert mér það í hugalund að verslanir okkar standa sig vel í að bjóða viðskiptavinum upp á þjónustu sem maður sækist eftir og koma aftur. Ég held að þetta er ekkert mikið flóknar en það. Viðskiptavinur koma aftur ef þeim líkar við það sem þeir sjá og fá. Ég vona að sé það nefnast kosti. Þú sagðir að þú er að undirbúa félagið undir minni olíusölu í framtíðinni. Hvernig sérðu það þróast svona á næstu 10 árum? Ef við lítum bara tilbaka, kannski ef ég lít tilbaka þann tíma sem ég hef verið tengdur þessu starfsemi sem eitthvað slag í 6 ár núna, þá það sem hefur verið svona einkennandi að þessi samdráttur sem að við gerðum þá ráð fyrir að yrði töluverður og kæmi hratt, hann hefur í rauninni ekki ennþá raungerst. Allar orkuspár hafa verið rangar, það er alltaf leiðréttar upp á við, þannig að það virðist vera svona tregbreytanlegri stærð þetta heildarmagn í olíu. Auðvitað eru við eins og allir aðrir, það er kepli að styðja við orkuskiptin og þau munu á endanum eiga sér stað, en það kemur ekkert á óvart þó að þessi þróun síðustu 5 ára myndi aðeins teygja sig áfram, sem þýðir að það er hægari samdráttur framundan heldur en margir hafa hingað til gert ráð fyrir, en auðvitað er þetta háð alls konar stærðum og ákvörðunum stjórnvalda og hvernig gengur að byggja upp aðra orkuinnviði. Ég var að kíkja hvort það er eitthvað úr netheimi. Hvar er það eiginlega? Já. Nei, það kannski kemur ekki ef maður er ekki nettengdur. Þá tekum við á þessu hér. Ég vek athygli á því að ég var að vinna hjá tæknifyrirtæki. Ekki hér heldur, þannig að ef það er ekki frekari spurningar eða komment eða skemmtilega smásögur, þá þökkum við fyrir okkur í dag og fyrir áhugan á félaginu og treystum að þið eigið góðan dag og helgina. En að hvetjum ykkur að sjálfsögðu til þess að taka með ykkur takkpakka og ef að þið eru ekki búin að skrá ykkur inn í takk, þá er strikamerki á pökkunum sem þið getið tekið mynd á símanum og gert þetta, tekur svona það bil 45 sekúndur. Takk í dag. Takk.